Við búum í eldfjallarandi. Til þess að geta búið hér á öryggi, þá verðum við að þekkja og skilja náttúruna og eldfjöllin og til þess að gera það, þá þurfum við að nota alla þessa tækni og við þurfum að þróa hana áfram og það er það sem við erum að gera hér. Þegar við erum að glíma við atburðaráðstöðu núna á Reykjanesskaganum, þá er það kannski númer 1, þá er hugur okkar hjá fólkinu sem býr á svæðinu, mannvirki og innviðir hérna á svæðinu, hvaða ráðgjöf getum við veitt til að við getum brugðist betur við? Það er náttúrulega mjög langt í land að það sé hægt að segja fyrir með nákvæmni eldgos. Þó vil ég taka eitt dæmi sem er nú heimsfrægt, að það var þegar að fólk fór að hlusta útvarpsfréttirnar árið 2000. Þá er sagt að Hekla sé allir líkindum fara að gjósa eftir svona korter 20 mínútur. Hún byrjaði að gjósa klukkan 18:17. Þetta var vegna þess að Hekla, við erum búin að sjá hvernig Heklugos byrja í nokkur skipti. Lykillinn er eiginlega samstarf, það er að tengja saman aðila, alla sem hafa þekkingu á svona atburðum, umbrotum í jarðskorpunni og það er reynst okkur Íslendingum mjög vel og það er horft til þess á alþjóðavettvangi. Það er fólk sem stendur í eldlínunni, til dæmis á Veðurstofunni í dag, margt þeirra. Það er menntað við Háskóla Íslands. Hefur tekið þátt í því að þróa þær aðferðir sem framhaldsnemar eða gegnum samstarf eða í sínu námi. Háskólinn hefur leikið ákveðið hlutverk í því að mennta fólk en núna erum við líka komin í þá stöðu að það er mikil þekking víða annar staðar. Og við erum að reyna að vinna sem best saman, til dæmis til að reyna að skilja þetta landris sem er núna í gangi við Svartsengi. En til þess að þetta gerist, þá þarf þessa menntastofnun sem háskólinn er, mennt- og rannsóknastofnun. Og nú er öll íslenska þjóðin orðin sérfræðingar í landrisi, það er mjög skemmtilegt. Við reynum að rýna í öll dægurmál hérna á Íslandi, síðustu viku orða landrisið. En hvað segir það okkur að gera neðanjarðar? Við höfum aðeins mismunandi sýn á það. Það eru nokkrir möguleikar, en kannski finnst okkur líklegast flestum að það sé kvikuinnstreymi. Kvikurás hafi opnast neðan á jarðskorpunni og kvikastreymi inn og það er kannski líklegasta skýringin sem við erum að vinna með og við erum þá að reyna að skilja það hvað gæti hugsanlega gerst í framhaldinu. Við eigum helstu sérfræðinga landsins í jarðefnafræði, ýmsum greinum, það sem kallað er eðlisfræðin, eldfjallafræði og jöklafræði og allir þessir aðilar þurfa að koma að mismunandi atriðum, hvort við erum að tala atburði í Kötlu, í Vatnajökli eða núna á Reykjanesi. Kannski komið 1 milljón rúmmetrar í jarðskorpuna af nýrri kviku þarna við Svartsengi. Þetta hraun var eitt allra minnsta hraun sem við höfum nokkurn tímann séð. Þetta er mjög lítið ef við tökum bara dæmigerð hraun þarna sem hafa komið upp á þessu svæði, þá er þetta miklu minna en 1% af rúmmáli þeirra. Þannig að flest okkar höldum við nú kannski að það þurfi talsvert mikið að gerast áður en þetta nær til yfirborðs og kannski að líklegasta skýringin væri ef það verður áframhald á þessu að það verði ganga innskot í jarðskorpuna og kvikan leiti eitthvað annað en neðanjarðar. Leiðum við teljum okkur vita alveg hvernig eitthvað virkar, þá skiptir það bara aðeins gír og gerir aðeins öðruvísi, því að náttúrun er gríðarlega flókin. Það getur komið upp eldgos á Íslandi, verða undirbúin undir ákveðin svona slæmtilvik en jafnframt vonast til að þetta hætti. Margir svona atburðir eins og við erum að sjá í dag, það hægir á, þess vegna þarf vöktun og hlutverk okkar í jarðvísindamanna er að reyna að skilja ferlið sem eiga sér stað.